Engu líkur. Gott í matinn frá MS. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið sæl, við heilsum að sunnan. Hér eru við í Íþróttahúsinu í Hornafirði að sýna Fúsa froskaglaupi á árshátíðinni og leikstjórinn hérna, Kristín Guðrún Gestsdóttir, er náttúrulega algjör stundi hérna. Og þau eru dásamleg. Ég vissi það. Já. Grunnskólinn á Hornafirði setur upp stóra leiksýningu á hverju ári og það er ekkert til sparað að gera hana sem flottasta og vandaðasta. Þetta árið varð Fúsi froskagleipir fyrir valinu. Leikgerð sem Leikfélag Hafnarfjarðar setti fyrst upp fyrir mörgum árum. Sagan er eftir Úli Lund Kirkegård en tónlistin er eftir Jóhann Moravec. Jóhann tók þátt í uppfærslunni í Hafnarfirði á sínum tíma og nú spilar hann í hljómsveitinni. Hann er sem sagt enn með Fúsa. Já, þetta eru skemmtilega minningar. Fúsi er nefnilega alveg einstök persóna. Ég held að Fúsi hafi alltaf verið til og verði alltaf til. Ég man nú ekki hvernig við tókum þetta upp, einhverju 2-3 árum eftir að við vorum í sýningunni í Hafnarfirði, en eftir það hef ég ekki verið neitt í tónlistinni. Við skemmtum okkur hér, þið horfið á þáttinn. Já, við gerum það, enda margt skemmtilegt framundan og meðal annars fleira ungt fólk sem er að setja upp söngleiki því að Leikfélag Menntaskólans að Laugavatni hefur að undanförnu farið Suðurland og sýnt litlu hryllingsbúðina. Við hittum líka hjón frá Hong Kong sem voru stödd á Hornafirði í síðustu viku. Þau voru í ljósmyndaferð og tímasetningin var engin tilviljun. Einstök norðurljósaspá og sólmyrkvi í kaupbæti. Við skoðum líka samansafnið að Sólheimum í Hrunamannahreppi og tökum þátt í starfamessunni sem var haldin í Fjölbrautaskóla Suðurlands á fimmtudaginn. This is the first time for me to go to here. The primary purpose of this trip is to see the solar eclipse on Friday. And also I want to see the aurora and also the beautiful scenery in here. Þetta eru aðalega ljósmyndaferðir þar sem að útlendingar eru að koma til þess að mynda landið og á veturna er náttúrulega norðurljósin þar sem fólk er að sækjast eftir. Og sumrin eru langir dagar og stuttar nætur og þess vegna er þetta oft á tíðum með mjög lítið sofið í þessum ferðum. Þannig að þetta er meira en norðurljósaferðir? Þetta er meira en norðurljósaferðir því að þá er þetta fólk sem er vant að taka myndir og vill vera kannski lengur á hverjum stað, nýta hvern stað betur og finna réttu sjónarhornin og svoleiðis, þannig að þá tekur þetta lengri tíma og svo er maður náttúrulega að fara með fólki á þá staðir sem manni finnst vera athyglisverðir. Norðurljósaspá Veðurstofunnar hafði gert ráð fyrir afbragðsskilyrðum og hún stóðst heldur betur. Sko, fyrstilega þetta verið góður úlpu, með vettlinga og húfu, vel klæddur. Því að þegar þú ert að mynda á norðurljós þá þarftu kannski að bíða í
hálftíma, klukkutíma, 2 tíma jafnvel. Og þá betur að vera þannig að manni verði ekki kalt, manni líður vel. Maður þarf að hafa þokkalega myndavél og góða linsu. Og fyrst og fremst verður búin að æfa sig að nota tækin til þess að geta nota þetta í svarta myrkri. Því þú þarft að geta stillt vélina og linsuna og fókusin og allt þetta án þess að sjá handastíl. Og er það sem þú ert meðal annars að kenna þig núna hérna í þessari ferð? Já, ég reyna að leiðbeina þeim sem að kannski ekki vanir að taka myndir í myrkri. Sumir eru náttúrulega fullfærir og geta gert þetta sjálfur. En svo aðrir sem að kannski eru með litla reynslu í að taka myndir á nóttu eða sjá norðurljósin í fyrsta sinn. Nú þá kannski bara panika fólk þegar norðurljósin birtast allt í einu og hvað þau gera. En á maður ekki bara að njóta þeirra? Að sjálfsögðu á maður líka að gera það. Það er gott að geta komið með minningarnar á myndinni heim, en að sjálfsögðu á maður bara að njóta þess og horfa í dýrðina. Last night is a wonderful experience for me. This is the first time for me to see the aurora, and the light is very beautiful, and also the background and something like that. Það er hægt að fylgjast með svona norðurljósa spám á netinu. Og við vorum búin að sjá það svona hádegi miðjan dag. Það var eitthvað mikið í aðsí. Og við vorum í Skaftafelli þá, og þá var bara skýjað og súld og ekki neitt svona árennilegt. Þannig við keyrðum austur að hala og fengum okkur að borða, og þar var mikið spenni í loftinu. Það voru margir ljósmyndarar og einhvern veginn var bara allir að bíða eftir þessum ljósum. Svo keyrðum við tilbaka og fórum út að Lóni. Þá var rigning þar. Svo vorum komin aðeins vestur fyrir Lón, þá hætti að rigna. Og hjá Fjallsalóni þá var bara heiðskýr himinn og ljósin voru byrjuð. Það var bara stoppað þar. Þar vorum við 2 klukkutíma. I will stay here for 1 week, and then we will travel to Norway and then back to home. Norðurljósin skörtuðu sínu fegursta og sólmyrkvinn stóð fyllilega undir væntingum og gott betur. Þessir vinnir okkar frá Hong Kong kvöddu því landið verulega sáttir með allt sem fyrir augu bar, og leiðsögumanni líka. And is Palli okay? Yes, of course. Góðan daginn. Dag. Þú ert í blaðinu? Já. Ertu að skrifa fréttir núna? Það er bara að vera klára að ganga frá. Er það svona sem þetta gerist? Já. Og er þetta blað sem fyrir prentu núna bara? Já, bara á eftir. Hvenær fæ ég að vera sunnlendingu vikunar? Þegar þú gerir eitthvað merkilegt. Það er svoleiðis? Já, eitthvað sem að foreldræðin eru ánægðir með. Já. Á fimmtudaginn var haldin svokölluð starfamessa í Fjölbrautaskólanum á Suðurlandi. Starfamessan er samstarfsverkefni SAS, Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi, Atorku, skólana á Suðurlandi og Vinnumálastofnunar. Hún er hluti af sóknaráætlun sunnlenskra sveitarfélaga og sérstök áhersla var lögð á að kynna verk- og tæknimenntun, enda hefur komið í ljós að það er skortur á fólki með slíka menntun á Suðurlandi. Messan gekk eins og í sögu. Skólinn iðaði lífi allan daginn og áhuginn reyndist mikill, bæði hjá nemendunum og eins fulltrúum fyrirtækjana sem miðluðu reynslu sinni með mikilli gleði. Ekki verra sko, ef þú ert á litlum héraðsmiðli að geta tekið myndir líka. Og það er náttúrulega eitt af skemmtilegasta af þessu. Menn þurfa náttúrulega að ganga í öll störf. Og ef þú hefur áhuga á til dæmis bíluverkun, þá er Fjölbrautaskóli með grunddeild bílina. Sem þegar þú ert búinn að taka það hérna í Fjölbraut, þá getur þú valið annaðhvort bíluverkun eða bílamálun eða bílasmíði hjá Borgarholtsskóla. Ég var búinn að taka ákvörðun til bara unga aldrei að fara í bifhjólavirkjun og ég stóð bara fastur á henni. En það var náttúrulega verið að ýta að mér ýmsum bóklegum fögum og leiðum sem átti að fara bara upp í háskóla. En ég allavega tók þessa leið og ég sé ekki eftir henni. Markmiðið er auðvitað fyrst og fremst að upplýsa æsku Suðurlands alla þá möguleika sem felast í
öllum þeim margvíslegu störfum sem að hér unnin og þann fjölbreytileika sem felst í sunnlensku fyrirtækjum og gefa þeim kost á að ígrunda og hugsa sína framtíð. Þetta eiginlega bara talvan í bílnum sem stýrir öllu. Þannig að þetta svona heilinn í bílnum. Það gerist ekkert á þess að fara hérna í gegn. Rafeindafræði og rafeindatæknifræði eitthvað sem að fara miklu meira inn í greinina og menn þurfa að vera klárir til að geta unnið í og mælt upp svona búnað. Þannig að menn þurfa að vera svolítið klárir í rafmagnsfræði og rafeindatæknifræði. Þannig að það ekki lengur nóg að vera flinkum í skrúlíkili? Nei, það ekkert eingöngu málið að geta sveiflað hamrinum og verið með gastækin. Heldur mælitækin orðið miklu mikilvægari og algengari í bifreiðavirkjun í dag, heldur en hann var í gamla dag. Þannig að maður fullu fangi með að endurmennta sig og halda sig við. Þau eru ofboðslega forvitin og svolítið hissa, en það eftirvænting og þau fengu verkefni sem þau að leysa með því að ganga hér á milli fyrirtækja og spyrja spurninga og reyna að setja sig aðeins inn í og átt að sjá þessi fyrirtæki sem eru hér. Hvernig finnst þér að taka á móti þessum krökkum hérna núna? Mér finnst þetta algjör snillt. Mér finnst vel að þessu staðið. Fyrirtækin eru mörg hérna og þau eru öll að gera þetta með alvöru hugafari, setja mikið í þetta. Og mér finnst þetta nauðsynlegt fyrir krakk í dag því að ég segi 80% af krökkunum hérna, þau vita eiginlega ekki hvað þau ætla sér að gera. Þannig að við að koma með okkar iðngreinar hérna inn og sýna þeim, ég held að þetta sé mjög mikilvægt fyrir lungað af þessum krökkum. Að þau geti mynda sér betri skoðun, hvað í boði. Getur eitthvað svona metið að hvað þetta getur þýtt? Já, ég eiginlega alveg sannfærð að þetta opnar augu þeirra fyrir samfélaginu hér í kringum okkur. Þetta opnar augu þeirra fyrir því að þegar þau keyra fram hjá þessum fyrirtækjum, þá eru þau miklu nær það sem framfer þarna fyrir innan dyrnar. En ungmenn í dag, þau fá ekki tækifæri til þess að heimsækja fyrirtæki nema undir einhverju svona spari formerkjum. Vegna þess að nú þetta bara, þetta svo breytt samfélag. Þetta líkbílinn út í Áblaðeginu sem hann fékk á hagstæðu verði, svona eigandinn. Já, við litla hrifningu konunnar sem það er. Já, akkurat. En þetta hann? Já, þetta hann. Þetta 47 Dodge. Og hvernig náður í þennan? Það nú frændið minn sem á hann kom með hann hingað í geymslu. Með nætureld í blóði og endalausa þrá. Við finnum samansafnið á bænum Sólheimum í Hrunamannahreppi, en heiðurinn að því eiga hjónin Jóhann B. Kormáksson og Ester Guðjónsdóttir. Þau eru þáttakendur í opnum landbúnaði og í byrjun komu gestir til þeirra til þess að skoða dýrin. Ýmsir þeirra sem að komu tóku eftir að töluvert var af gömlu dóti á bænum og fóru að senda þeim hjónum allskynsmuni sem annars hefði verið hent. Þetta vatt upp á sig og áður en nokkur vissi af var orðið til samansafn af, já, bara nánast öllu. Sem veit hver maður Þig dreymir kannski enginn. Þetta hornið Fjallavindar á Höllu. Við settum hérna sýningu í fyrra, tilefni þess að það voru 300 ár síðan Öllagandur fæddist. Hann fæddur hérna í sveitinni, í Hlíð. Og við fengum hérna plakkut frá Hirti Þórarnsinni sem hann hefði búin að taka saman sögun hann og hluti frá minjasafni Árnesinga. Þessi hlutir fundust í búi Fjallavindar við Arnarfell. Þetta eru alveg hlutir og svo höfum við bætt við svona nokkrum hlutum svona tengdu þessu gamla. Þykir ykkur vænt hann? Bæði stolt á honum og ekki. Hann var aldrei dæmdur hugum okkur við það. Þið haldið fast í það? Já. En þetta er alveg stórkostlegt að standa hérna, eins og segir, í horni Fjallavindar og svo ef maður snýr sér í 90 gráður, þá maður komin bara hér í Dallas. Já. Ég fekk sent með póstinn minn fyrir þetta, úrklippi bók frá honum Brynjari frænda mínum sem hann hafði klippt út þessar stjörnur hérna þegar hann var ungur. Er þetta allt Dallas? Já, þetta eru alls konar stjörnur Sylvester Stallone dálítið hérna líka.
Ég ekki viss að það sé margir sem eigi svona úrklippubók. Heyrðu, og hér bara Pamela hættir. Victoria Principal hefur nú gefið frá sig þá yfirlýsingu að hún muni hætta í sápuóperunni við símvinsælu Dallas. Svo hefur maðurinn minn safnað úrklippum af bílaauglýsingum frá því að dagblaðið kom út nánast. En allar bílamyndirnar hérna, þetta eitthvað sem þú hefur tekið? Þetta svona, tók maður orðum áður. Og það engin tilviljun að það stólar hér í kringum þetta borð eða hvað? Nei, menn sita í nokkra klukkutíma stundum. Svona þessi sem í eldri kantinum og þekkja bílana frá gamalli tíð. Hver flottastur? Þeir eru margir flottir veit það ekki. Við vorum alltaf voðalega hrifnir á þessum bíl í Glanda. Kókradéttinu. Þessi á norðan? Já, þessi frá Akureyri. Þetta eru svona bílar sem sumt af þessum okkur langar eiga í fullri stærð En við getum náttúrulega ekki átt alla bíla í fullri stærð. Þetta til dæmis alltaf verið draumur okkar. 59 Fury. Svo eigum við þennan í fullri stærð hérna niðri. Þú segir við, eru þið alveg sammála með þessa bíladrauma? Já. Come on over, my cool baby. Roll me over, you sweet hound dog. Heyrðu, og hér hann bara. Má ég klappa honum? Já, hann þolir það alveg. Maður er búið að reyna það mikið á hann gegnum tíðina. Ég skilst að honum hafi nú verið boðið upp og ýmislegt, já? Já. Hann er búinn að kenna á ýmsu. Er þetta satt að þú hafi verið undir sérstöku lögreglueftirliti? Já, tímabili. Hvers vegna? Maður náttúrulega notaði hestöflin og svona og svo náttúrulega var lítið púskerfi þessum árum og það var reynt að hafa svona frekar hátt í þeim og þegar maður var ekki allir hrifnir af því. Varstu plága einn í sveitinni? Nei, kannski meira svona neðar í sýslunni. Jú, og sveitinni líka, kannski. En þú talar í þátíð, ertu hættur þessu? Já, nú er maður orðinn svo þroskaður, Af hverju heyri ég nei hérna bak við mig? Þetta er svo sem kemur aðeins fyrir ennþá, En ofsa sjaldan? Já, kannski. Þetta limósína, 9 manna. Okkur var sagt að hann hefði verið í eigu Kennedy-fjölskyldunni þegar hann var nýr. Hvort sem það sagt yfir lagið, vitum við ekki. En góð saga aldrei að gelda sannleikans. Þannig að þið haldið okkur bara við Kennedy-tenginguna? Já, þetta er Kennedy-bílinn. Og hann er með rafmagn í öllu og 9 manna og rúða á milli sæta og mjög ljúft að keyra á þessu. Já, ég að spája, ef þú verið Kennedy, hver með þér þarna fyrir aftan? Það hefur örugglega verið Marilyn Monroe, Hann var náttúrulega eitthvað eiga við hann á þessum árum. Þannig að þetta var ekkert endilega bara fjölskyldubíl? Ég er ekki viss það, En hvernig þetta svona með þá sem að vilja koma heimsækja ykkur? Þarf maður ekki að láta vita á undan sér, eða? Jú, það er langt best að hringja, þannig að við séum örugglega heima. Við þurfum stundum að fara út á tún og heyja og svona fara í fjósið og... Sinna svona almennum búskap? Sinna búskapnum. Þannig að það er ekki alltaf við, En það er bara að finna ykkur í símaskráni og slá það? Já, við erum á Facebook, heitir Samansafnið og svo erum við með heimasíðu, samansafnið.com. Það eru allar upplýsingar. Þig dreymir kannski enginn sem óvænt svífur hjá með silfurskæra vængi er varla flugið ná. Hvernig gengur að farða allan hópinn? Þetta er engin smá fjöldi. Það er fínt, mjög vel, Þau eru svo slögæll, þannig að það er mjög fínt. Og eru þið bara 2? Já. Stelpuna gerir sem sjálfa en svo erum við að gera strákana. Eru þið eitthvað óflinkari við þetta? Ekki vanir menn. Ég gerði það nú á frumsýningunni en það var vist ekki nógu flott. Við erum að reyna að gera það fína sýningu. Já, ég notaði oft of dökkan lit og var eiginlega... Alveg frekar svartur. Já, of dökkur. Tókstu vitlaust meik? Já. Það er að spila. Er eitthvað kastaravessin á okkur? Já, það er stoppar
loftið hérna fyrir framann er svo lítið að það kemur ekki birta alveg á alla sviðsmyndir. Og hvað gera menn bara svona rétt fyrir sýningu? Það er að reyna að redda hlutunum. Það er að reyna í boði. Ég vil ekki tefja þig. Yes. Já, við erum komin í Þingborg og það er leikfélag Menntaskólans á Laugavatni sem er að gera sig klárt að sýna litlu hryllingsbúðina. Klukkuna vantar ekki nema 4 mínútur í 8 og spenningurinn leynir sér ekki. Við ætlum að fá okkur sæti. Það var hinn 21. dag septembermánaðar á fyrri helmingi áratuga sem ekki er löngu liðin. Af hverju völduðu litlu hryllingsbúðina? Bara vildum fá eitthvað stórt og skemmtilegt leikrit sem höfða til allra kynslóðanna sem að okkur finnst að þetta leikrit gerir. Allir sem eru ungir eða eldri, allir geta einhvern veginn skemmt sig við þetta. En nú er þetta ekkert alveg einfaldasta verk sem þið gátuð fundið. Nei, þetta er alveg búið að taka mikla vinnu en bara þessi hópur sem við erum með, hann er bara æðislegur og metnaðarfullur, allir krakkarnir búin að vera að vinna að þessu bara langa og slanga vinnudaga bara, tekur mikið tíma en allir er rosalega ánægðir með að gera þetta. Og þið gerir allt, er það ekki rétt? Jú, við búum til alla sviðsmyndina og plöntina á allt. Hvað finnst þetta glóður? Hvað er glóður, já? Það er áhugavert að leika hennar karakter. Hún er svolítið svona veikluleg og ekki beint svona fyrirmyndarfeministi, myndi ég segja, en samt mjög skemmtilegu karakter. Maður vorkennir henni svolítið, sko. Maður vill henni alltaf besta, sko. Það er hlýðarplast á möblinum, stofinn grannar, ekkert fær. Einhver staðar þar sem grasið grær. Þú verður tannlæknir og getur greinir þér fyrir að jast. Hvernig líður í þessu hlutverki? Mér líður bara mjög vel. Þetta voru draumur leiki kannski? Já, mögulega. Fyrsta leiksýning sem ég sá var litla hryllingsbúðin. Þitt skapandi hæfi heikandu, í kennslu þú yfir var hress, nei þú verður tannlæknir og algjör success. Mér skilst að þú gerir meira heldur en að aðstofa þig svona við undirbúninginn. Mér skilst þú keyrir, sjáir leikferðirnar, gefur þeim að borða og hvað, þerrar tár ef á það halda? Ég veit ekki, það eru þín orðið að ég veit ekki hvað segir það, en vissulega, jú, einhver þarf að gera það. Ég hef farið með þeim, ég keyri rútuna fyrir þau til þess að hjálpa þeim að ná niður kostnaði við þetta og skólinn hefur stýrt þau alveg þannig. Skólinn hefur greitt fyrir það sem að því snýr og svona, þannig að við viljum hjálpa þeim alveg eins og við getum á allan hátt til þess að halda þessu úti og þetta er svo þroskandi fyrir þau að taka þátt í þessu, sko. Það er svo gaman að sjá eins og þú ert búin að sjá hérna. Við leggjum á stað frá Laugavatni klukkan 4 eftir kennslu og þeim tekst að koma hingað og koma þessu upp og stilla öllu upp, stilla upp ljósum og sviðsmynd og öllu saman og taka saman og við verðum komin heim aftur fyrir miðnætti. Og allir mæti í skólan í fyrramálið? Allir í skólan, já. Við gerum þetta sem sagt stórt leikrit annað hvert ár. Síðan inn á milli erum við bara með svona skólaleikrit. En þegar við höldum þessi stóru leikrit þá förum við alveg yfir allt Suðurland og reynum að sýna eins mikið og við getum og leiklista ferðalag. Allt er breytt á augabragði, ástir við mig lukkan lagði. Þakka þér fyrir þann galdur góðstu mér. Er þetta eitthvað hlutverk sem þið hefur dreymt að fá að leika? Nei, mér hefur aldrei dottið í huga að ég myndi leika þetta hlutverk. Hvernig finnst þið Baldur? Baldur? Það er alltaf bara svolítið væskill svona. Ég veit ekki, hann er alltaf svona undir öllum og
og leyfir öllum að traðka á sig en svo sér hann að það kannski meira í lífinu en bara að vera alltaf undir og láta alltaf fara með sig. Mér finnst svona auðvelt að leika svona aumingja. Þetta alltaf þess ekki, já, það sem ég segi mest í leikritinu. Þetta örugglega 30% af því sem ég segi, held ég. Þetta búið að vera drauma hlutverk lengi? Frá því ég frétti að þetta leikrið væri á sóttist ég strax eftir að vera þetta hlutverk. Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.